Góða kvöldið, mín kæru. Við erum hjartalega velkomin í níunda þáttin í Einingin podcast. Við erum hérna saman. Ég er Hrafnkatla, þeir sem ekki vitið. Og Og ég er Jón, svona fyrir ykkur sem að ekki viti, sem að eru eflaust mörg vegna þess að ég er nú sennilega ekki þekktasti maðurinn á Íslandi, held ég. nei, 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 nei. En hérna, já, við hérna erum að fá til okkar spennandi gest. Og við erum nú búin að vera að brydda upp á ýmsu svona, myndi ég segja, frekar svona spennandi undarfarið í þáttunum, en þetta er ekstra spennandi núna. Og hérna, já, Jón okkar ætlar að miðla núna veru, kosmískri veru sem að kýsa láta ekki nafn síns getið. Og með því ætlar hún að gefa okkur ákveðna innsýn inn í svona það hvernig við erum endalaust að skilgreina allt og alla, öllum stundum hérna í jarðlífinu, og þetta er svona, já, ákveðin ávani, eða hvað skildi kalla. En allavega, það er hérna yfirskriftin í kvöld. Að hérna, já, við erum svolítið mikið að skilgreina alltaf hreint. Og hún vill koma og fræða okkur svolítið um þetta, gefa okkur input. Og hérna, já, við bara flæðum inn í þetta núna. Þetta snýst allt um að fara bara í flæði og leyfa sér að vera. Og hérna, setja heilan í smá frí. Elsku jarðnesku systkin, mikið ofboðslega er gefandi fyrir mig og dásamlegt að fá tækifæri til að spjalla við ykkur og vonandi tengjast ykkur sem flestum, helst öllum, vegna þess að raunverulega er rangt að mér að segja að tengjast ykkur öllum, en ég segi það bara til að þið skiljið, af því að ég veit að við erum öll tengd, af því að það er þessi fullkomna eining. Fyrir mér er engin aðskilnaður. Þið eru öll fjölskyldan mín og ég elska ykkur. Og mikið væri það dásamlegt fyrir mig og ykkur öll ef þið mynduð sjá ykkur með sömu augum og við sem að þið kallið kosmískar verur. Þið kallið mig kosmíska veru sem er ekki neikvætt, ég er ekki að segja það, alls ekki. En það bendir til þess að þið áttið ykkur ekki á einingu. Ég gæti líka, ef ég myndi setja mig í ykkar spor og hugsa eins og þið, þá myndi ég kalla ykkur kosmískar verur, af því að þið eruð jafn langt frá mér í kosmosinu og ég er frá ykkur. En það er samt engin aðskilnað vegna þess að ég er enga fjarlægðir til.
Fjarlægðir eru bara vegna þess að í jarðneskum raunveruleika þá horfið þið út frá augum líkamanns ykkar og þegar þið eru lítil börn þá virkar stóllinn sem ég siti í svo stór, svo þegar þið verið fullorðin þá er þetta lítill stóll. Það sem ég er að segja að sjálfsögðu er að þegar þið komist yfir þessi höft sem að þið eru bundin í á ykkar vitundastígi þá sjáu þið að það er einhver fjarlægð til. Það er sannleikur. Ég er bara rétt hjá ykkur og alltaf hindur ykkur andlega. Takk fyrir þetta. Þetta er mikil fegurð yfir þessu. En væru til að segja okkur aðeins svona frá þér? Þar sem þú getur sagt frá og kýst að segja. Ástæðan fyrir því að ég ákvað að koma ekki fram undir nafni er sú að nöfnin og persónurnar þvælast fyrir ykkur. En mér er það bæði ljúft og skylt að segja ykkur að ég er kennarinn ykkar ásamt mörgum fleirum. Ég er hluti af stóru kennarateymi og það er helgistjórnjarðar og svo eru alls konar helgistjórnir í öðrum víddum, öðrum alheimum og ég er hluti af þessu. Ég er kennari. En svo ég kom með ástæðanu fyrir því, nú er ég búinn að segja það sem að þú spurði mig að, hvað ég get sagt frá mér. Ástæðan fyrir því ég nefni hvorki nafn né uppruna eða búsetu er sú að þá er ég orðin persóna í ykkar huga. Ef ég kem einu sinni sem persóna, þá skiptir það ekki svo miklu máli. En ef ég fer að koma oftar sem persóna með mikla visku, dýrmæta kennslu, að þá farið þið að taka sterkar til ykkar það sem ég segi og þá notið þið ekki ykkar eigin skynsemi, dómgreind og þá eru þið ekki að læra. Þið hafið elsku hjartans vinir mínir og systkin og fjölskyldan. Þið hafið svo lengi farið bæði auðveldustu leiðirnar og þær erfiðustu. Þið eru nefnilega svo þversagnakennd. Þið farið auðveldustu leiðina með því að treysta í blindni á okkur, kennarann ykkur. Ástæðan fyrir því ég segi það er að það er ykkar að læra, það er ykkar að þroskast, það er ykkar að þróast og með því að treysta í blindni á nöfn, persónur, Jesús,
og alla þessa meistara, þá eru þið að halda ykkur niðri ómeðvitað. Það er þannig að allir kennarar og meistarar koma með ákveðin skilaboð sem að þið túlkið frá þeim með orðum, eins og Jón er að gera núna. Núna er hann að túlka frá mér í orðum. Það getur aldrei verið allur sannleikurinn. Allt sem að ég segi, allir kennarar og meistarar eru kóðar, eins og kaflaopnarinn sagði við ykkur, kóðar sem að þið þurfið að ráða í. Og það sem að gerist þegar þið farið að vitna í einhvern meistara sem að er almennt viðurkenndur sem guðleg vera, við getum sagt það, þið hefjið þessa meistara svo mikið upp til skýjana, að þá er bannað að mótmæla, segið þið. Það kemur ykkur með orð sem eru höfð eftir Jesú og einhverjum finnst eitthvað ekki alveg passa vegna þess að það er ekkert fullkomið á jörðinni. Það er ekki hægt. Það er ekki eðli jarðarinnar að hafa fullkomið einsleitni. Það sem við getum sagt að er fullkomið að þá er allt saman eins, nákvæmlega eins, eins og er í mínum heimkennum. Það er allt eins. En hérna eru andstæður. Þá er hægt að finna eitthvað rétt og eitthvað rangt í því sem allir segja. En þið neitið meðvitað að finna eitthvað rangt í því sem að Jesú segir. Þið særið ekki Jesú. Þið haldið ykkur niðri. Jesú veit þetta. Ástæðan fyrir því að ég kem nafnlaus er að ég vil vekja ykkur til umhugsunar þetta. Að hlusta á boðskap, hlusta á orð, meðtaka, hugsa, betrumbæta, ræða og finna leiðir til að skilja betur. Þess vegna þurfið þið að finna mótsagnir í öllu til að komast lengra á þróunarbrautinni. Já, takk fyrir þetta. Mér langar að tala svona að þú hefur óbærslega róandi nærveru og ég svona finna, ég fyllist bara svona friði að vera með þér og er eitthvað sem þú getur svona ráðlagt okkur að gera til að svona, já, upplifa þetta sama og reyninni til að efla friðinn. Þannig að við höfum svona áhrif eins og ég finna þú hefur á mig. Þannig að við getum eflt þetta innra með okkur þar að leiðandi hjá öðrum. Þau finna fyrir þessu frá okkur. Er eitthvað svona sem þú getur ráðlagt okkur? Já, það get ég gert. Með því að vera friður, þá gefið þið öðrum frið. Af því að friðurinn er eitthvað sem að þið finnið eins og þú finnur frá mér. Það er vegna þess að ég kem frá stað þar sem að þekkjast einhver andstæður, engin átök. Það er alltaf friður og kyrrð. Velkomin heim til mín, þú og þið öll. Hugsiði bara orkuna mína sem ég gef ykkur núna í hjartað.
þó ég segi ykkur ekki nafnið mitt, og segi ég að ég elski ykkur. Og með því að kyrra hugan, að þá finnir þið strax friðinn, láta ekki hafa áhrif á ykkur. Ég er búin að gefa ykkur 2 valkosti sem að þið geti valið báða. Verið með hugan við orkuna sem ég gef ykkur núna. En hún verður aldrei nóg. Þið verður að finna það innra með ykkur. Þið þurfið að finna friðinn innra með ykkur. Og þá verðið þið friður, stöðugur friður, á sama tíma og þið upplifið ófriðin að utan. Hann hefur áhrif á ykkur en friðurinn er alltaf víkjandi. Já, takk fyrir þetta. Ég óska þess að við svona, já, förum að ná þessu. Upplefa þetta. Já. En segð okkur hérna, að því nú er ég svona, eins og ég segi, ég var að tala um áðan svona hvernig skynja orkuna frá þér, þessi mikli friður og þessi mikla andakt og svona pínu erfitt að koma þessi orð með þessa. Ég veit ekki alveg hvort að friður er endilega mest lýsandi orðið. Það er svona það einu sem er dettur í hug. En hvað, ertu sérst kona eða ertu kallorka eða kvennorka eða þú heldur myndi vilja segja okkur það? Á mínum stað ríkir fullkomin friður, fullkomin kyrrð. Af því að við erum ekki háð neinum aðskilnaði, engum andstæðum. Ég get sagt það í einföldu máli sem þið skiljið að þið þekkið karlorku og kvennorku. Á mínum stað er yin og yang sameinuð í eitt, sem að þýðir að ég skilgreini mig ekki. Á mínum stað skilgreini sig enginn. Þið bara eru. Ég er hvorki karl né kona, en á sama tíma er ég bæði karl og kona, af því að það er karl og kvennorkan sem að eru þessar tvær, við getum sagt, orkur, þó að það sé bara ein orka, en þá verð ég að tala svona í nokkurs konar líkingamáli, að þær hafa ólík hlutverk, en eiga að vinna saman til skapið aðskilnað á milli karla og kvenna og skilgreinið karla og svona og konu svona, en í staðinn fyrir að vera bara það sem ég er. Þið vitið alveg að karlar hérna á jörðinni eru mismunandi, konur eru mismunandi. Raunverulega getið ekki sagt að það sé eitthvað eitt sem að skilgreinir karla eða skilgreinir konur, af því að það er til mikið af körlum sem að hafa ríkjandi kvennorku, mikið af konum sem hafa ríkjandi karlorku, út af þessum andstæðum sem þið hafið hérna á jörðinni. Í mínum heimi eða á mínum stað þá er bara þessi eining. Það er enginn að skilgreina þessi neitt. Það bara er. Þess vegna er friður. Það er einhver skilgreining að það er enginn að hugsa neitt.
bara elska, hlúa að og rækta. En getur það sagt okkur hver er þá tilgangur með að við hérna sem birtum ákveðin kyn hérna á jörðinni og ákveðum áður en við komum inn í hvert líf, hvaða kyn við ætlum að birta. Við ákveðum það í lífsplanin okkar. Hver er þá tilgangurinn með því í jarðlífinu? Það eru þessar skilgreiningar sem að er, sko, ef ég tek þetta alveg í kjarnan, þá eru skilgreiningarnar svona ákveðin orkuhreyfing að það er eiginlega hreyfingarafl lífsorkunar ykkar að þó nokkrum hluta að upplifa og skilgreina. Og þess vegna skilgreinið þið ykkur sem konu og sem karl af því að þegar við þörf fyrir að birta ákveðna orku. Og svo er það líka þannig að því að það er svo mikið af þversögnum í jörðinni að margar sálir, við getum sagt bara sálir þó það sé ein sál, en þið skiljið hvað ég meina, að það er ákveða að koma hingað til jarðar og klæðast líkama sem einkennir kvennorkuna með fullt af karlorku. Það er svona til að skapa smá spennu af því að þið eru svolítið í því að skapa spennu. Og þetta getur verið kona sem að er ofboðslega kvenleg að öllu leyti í klæðnaði og háttum, en hún er með karlorku. Hann skortir þessa næmni. Hún þarf ekki einu sinni að vera samkynhneigð og er það ekki þess sem ég er að tala um. Og sama get ég sagt um karl. Og líka til að upplifa fjölbreytnina í öllum sínum myndum og þeir skapið fjölbreytni líka, að þá ákveða margir og það er svona ákveðin vitundavakning hjá ykkur núna, að það eru fleiri sem ákveða að koma og vilja ekkert upplifa sig sem karl eða konu. Þið vitið alveg hvað ég er að meina, þetta er svolítið mikið hjá ykkur núna. Og þetta er bara táknum ákveðna vitundavíkun hjá ykkur. Þá svona, getur það sagt að það sé að þau sé það nálgast þessi sem að velja þessa samsetningu, svo varst að tala um núna, sé þá komið svona nær ykkar vitundar ástandi þar sem þú ert. Alveg rétt. Og ég get líka upplýst ykkur þið eruð ofta að tala hvort að það séu kosmískar verur sem að koma hingað, við kallum þetta starseed og svona háþróaðar verur. Þær taka oft að sér þetta hlutverk að koma til jarðar sem það sem að þið kallið trans eða það sem að þið kallið non-binary og allt þetta af því að þetta eru svona verur eins og ég sem að er að kenna. Þau eru að kenna ykkur að svona horfa á hlutina í víðara samhengi. Það er ekkert einsleitt á jörðinni og þetta er svona hrista upp í hugsunni og það hefur þann tilgang. Og það hefur líka þann tilgang að auka skilning og þegar ég tala um að auka skilning að þá geta sumir velt fyrir sér hvernig eykur það skilning á því að sjá einhverja manneskju sem að er kynlaus eða trans eða hvað sem það er. En það er orkan sem skiptir máli. Skilningurinn eykst
á þessu og þá eigið þið auðveldara með að skilja annað. Þannig að þið eru að læra mjög mikilvæga leksíu af þessum kosmísku verum sem að klæðast holdi einmitt til að gegna svona hlutverkum. Já. Þannig er það svona nánast undantekningarlaust þá sést svona kosmíska verur, eins og þú segir, sem fara í þessi hlutverk. Að mestu leyti eða? Já, Já. ég myndi klálega segja það, Ok. en svo er það líka að því að jörðin er staður þversagna Já. að þá eru það líka svona, við getum sagt til einföldunar mennskar sálir sem að langa bara til að svona Já. lifa svolítið flippuðu lífi einu sinni. En svona til að svara spurningunni, svo ég skilji ykkur ekki alltaf eftir í lausu lofti, þá er það mjög algengt og í fleiri tilfellum kosmískar verur sem að taka að sér þetta hlutverk vegna þess að það þarf gríðarlega styrk til þess. Ok. Já. En hefur þú verið á jörðinni? Ég upplifði það einu sinni Já. og við getum sagt að það hafi verið bara alveg nóg fyrir mig. Já. Ok. Var þetta erfitt? Já, ég hafði ekki mjög gaman af þessu, við getum sagt, flippi. Ok. En það er bara mitt eðli. Já. Þú vilt vera í kyrrðinni? Já, Já. af því að ég er kyrr Já. og en svo líka af því að það eru svo margar hliðar á öllum málum. Þó ég hafi bara einu sinni komið hingað til jarðar til að vera maður, til að prufa að upplifa þetta allt sem að þið upplifið, að þá þrátt fyrir það er ég alltaf á jörðin og búin að vera það frá því að jörði var til. Já. Af því að sko í mínum raunveruleika að þá er engin aðskilnaður og engar fjarlægðir. Þetta er bara svipað eins og að þú situr hérna í stofunni heima hjá þér og þú ert með eldhúsi hérna, herbyggi, þú ert með geymslur og svoleiðis og þegar þú situr í sófanum þá sérðu ekki annað heldur en sófan. En þú veist að allt hitt er til. Það er eins og ég sé þetta. Já. Að ég sé alla alheima og öll stjörnukerfi og alla plánetur eins og þú sér íbúðina hennar. Og munurinn á minni sýn og ykkar sýn er að veggurinn hérna Birgir er sýn í eldhúsið. Ég sé ekki vegginn. Ég sé allt. Já. Er það ekkert svona yfirþyrmandi? Er svona alltaf fyrst þú varst að venjast því? Við getum sagt að það venst. Það venst. En Já. það hafi verið skrítið fyrst. Svona, á fyrri stigum. Já. Já. Það var það vegna þess að ég þurfti að þróast eins og við öll og það auðvitað kom og kom meira og meira. En sko, þetta er svo eðlilegt fyrir mér.
En ég get líka sett mig í ykkar spor vegna þess að þó að ég sé ekki í jarðneskum líkama að þá finn ég hvernig ykkur öllum líður, þú veist, að ég kem hingað til jarðar og ég sé allt og finn. Það er svona frá þeim stað sem ég er að þá höfum við miklu víðari sýn heldur því gerir ykkur grein fyrir. Já. En hvernig er svona, því að veit að nú er margir forvitnir að vita sko að nú er við hérna á jörðinni í líkama Já, og við erum svona, já, hann ber með sér svona, hvað maður getur sagt mikið, svona þéttleika. Já. En hvernig, til samanburði við hvernig þú ert, hvernig já, getur þú lýst því? já, það get ég Já, alveg gert, sko. já, Að það er sko líkaminn minn, hann er miklu fíngerðari og svona librari í hreyfingum. já, Það er ekki vegna þess að hann sé fullkomnari heldur en ykkar líkaminn. Það er vegna þess að ég hef engan ótta. Líkaminn minn er efni, alveg svo líkaminn ykkar. Svona í grunninn er hann eins, það eru vissulega frumur og vöðvar og allt þetta sem að þið þekkið. En þið hafið svo mikinn ótta, það er óttinn sem að veldur þessum stilleika og öllum þessum óþægindum sem að þið verðið fyrir. Útlitslega séð er líkaminn minn ekki alveg eins og ykkar en svona í grundvallaratriðum er hann eins. ok. Það er svona, já, mikið minni þéttleiki. Já, það Maður er getur það. útskýrt Já, það þannig. já, Já. það er minni þéttleiki Já, og svona allt miklu léttara. Það er svona að ég hef meiri hreyfimöguleika að ég get flogið og ég get hlaupið og ég get líka farið í gegnum efni. Og það eru svona, þetta er ákveðin þróunarferli. já, ok. En hérna, varðandi þau sem eru hérna á jörðinu núna, að það verðist vera svo margir sem eru, já, kannski búin að vera lengi að koma mörg líf hérna, en það er svo margir sem búin að vera líka annar staðar. Er það ekki, á það ekki bara við svona stóra meirihluta Jú. sem er búin að vera hér og þar og alls staðar, sem maður segir? Jú. Já. Það er mikil, sko, hreyfing á milli pláneta og og sko, þó að við upplifum fullkomna einingu þar sem ég er, Já, þá erum við ekki eins. nei, Við erum svona ólík orka og með ólík hlutverk Já. og svona, sko, og við viðurkennum líka okkar eðli, að ég bara get ekki verið hérna á jörðinni, það gerir ekkert fyrir mig. nei, En það þýðir ekki að ég elski ekki jörðinni. Það er bara, þetta er ómikil höft fyrir mig. já, En svo er aftur margir á minni plánetu sem að hafa komið hingað til jarðar margar jarðvistir og finnst gaman að koma aftur og aftur og aftur. já, Þetta er raunverulega bara fjölbreytni og gerir engan meiri eða minni nei, þó að vilji vera oft á jörðinni, sjaldan á jörðinni. En hvað er hérna, hvað segir þú um það sem svolítið mikið talað núna,
það séu svona mjög merkilegi tímar núna í sögu jarðarinnar með tilliti til sko svona, já, við getum sagt sko að fólk er að, eða þú veist að við séum að ná einhver svona í heildinni eða samvitundin okkar sem ná sérst ákveðin svona einingar ástandi Já. að þá er verið að tala svolítið mikið núna og búið að vera nú í nokkur ára að að það sálir sko alla sérst það sem er víða að, sem er að koma víða að séu að koma hingað til að taka þátt í þessu og vera vitni að þessum. Það er verið að tala sko alveg rosalega við þetta er svo mikilvæg tímar í þróunarsögunni svona andlega. Og það er svo, og það bara jafnvel komist færri að þeim vilja. Já. Já. Sko, þið svona eru, og það er það sem er mjög fallegt við ykkur hérna á jörðinni, að þið stjórnist mikið af tilfinningum. Já. Sko, svo þið sko, rosalega mikill áhugi, já, en það er kannski ekki svona rosalega mikill áhugi á að taka beinan þátt. Sko, þið hafið mikla þörf fyrir svona beinni snertingu og þið yfirfærið svo oft ykkar eðli yfir á aðra. Og það er að segja huglegt séð. Fyrst að ykkur finnst þetta svona rosalega merkilegi tímar að þá vilja bara allar alheimsverur koma hingað til jarðar og vera vitni að þessu. Okay. Þið kannski eðlilega gleymið því að við erum öll vitni að þessu þáttakendur af því að við erum þið og þið eru við. Og þess vegna virkar þetta fersældarkennt fyrir ykkur en virkar bara mjög raunverulegt fyrir mér að þó að ég kjósi að vera ekki beint þáttakandi í jarðlífinu þá er ég samt virkur þáttakandi. Þannig þú ert svona þarna, má segja að þið séu bara alveg í beinni. Alltaf. Og er að fylgjast með þessu öllu saman. Stórkostlegt. Já. Og sko, þið eruð búin að ná alveg stórkostlegum árangri og þá segi ég þið. Þið eruð alin upp við það, elsku systkini mín og fjölskylda, jarðneska fjölskylda, að það eigi ekki að hrósa sjálfum sér. Þið segið alltaf að annarra sé heiðurinn. Þið þakkið Guði fyrir allt sem að vel er gert. Þið þakkið sum ykkar kosmískum verum, okkur, en nei. Það eru þið sem eigið allan heiðurinn af þessu. Allan heiðurinn. Eina sem að við kennararnir höfum gert er að vera svona, við getum sagt, til hliðar á kantinum. Að svona gefa ykkur stuðning. Við getum sagt að við séum stuðningslið fótboltaliðsins. Sko, þegar þið horfið á fótbolta og eruð að dása með eitthvað lið sem hefur á stórkostlegum árangri, þá talið alltaf leikmenn er ekki satt. Þið segið ekki að áhorfendurnir, sem að ekki bara áhorfendur, þeir eru styðjandi, þeir eru að klappa, þeir eru að hrópa og þeir eru í beinu sambandi við leikmennina, mynda tengsl við leikmennina. Þeir eiga þátt í því eins og að við kennararnir ykkar og Guð. Við erum öll
í stuðningsliðinu en þið eru á vellinum að vinna sigrana. Það eru þið sem hafið þróað ykkur á þennan stað og ég skal upplýsa ykkur hvað þið hafið gert. Þið gáðust ekki upp. Þið eru svo mellar hetjur. Það er svo mikill kraftur í ykkur. Sömu sálinar hafa komið hingað til jarðar. Líf eftir líf eftir líf eftir líf. Upplifað hörmulegar þjáningar. Jörðin var virkilega dökkur staður fyrir hundruðum ára, þúsundum ára. Mikið myrkur í gangi. Af hverju ljósið komið í dag? Það er ykkur að þakka. Þið lærðu í gegnum reynslu, smátt og smátt uppgötvuðu þið að það væri nú ekkert svona sniðugt að vera að meiða aðra vegna þess að þá er ég að viðhalda ákveðinni svona menningu sem að getur orðið til þess að ég verði meiddur. Auðvitað er grunnurinn svona oftast hjá ykkur eðlilega og ekki skammast ykkar fyrir það. Svona sjálfhverf hugsun að með því að hugsa svona á ákveðnum tímapunkti að þá fór svona að koma aðeins meiri vísir að frið og þau komuð aftur og aftur og aftur og lærðuð alltaf meira og meira og meira af reynslu. Þessi fallegi heimur í dag, hann er ykkur að þakka. Þið baráttu jaxlarnir, þið komið aftur og aftur og aftur. Þið hættið aldrei. Það er enginn sem á heiðurinn að þessum sigrum annar en þið, en þið fyllist óttaði þegar að svona er sagt við ykkur að því ykkur er kennt að allt sé Guði að þakka, allt sé ykkurum utanaðkomandi meisturum að þakka. Nei, við erum bara í stuðningsliði ykkar. Þetta er bara eins og fótboltalið. Það er fullt af stuðningsmönnum sem að kemur eftir leik til fótboltamannar. Við getum sagt að það sem að þið kallið dauða sé svona eftir leikinn. Þá verður það að koma svona að hitta stuðningsliðið ykkar. Og ef við tökum þetta bara jarðnest að eftir fótboltaleik þá kemur stuðningsliðið og fer að tala við fótboltamennina. Það hefur nú verið sniðugra ef þú hefur gert þetta, þú hefur gert þetta, þú hefur gert þetta eða þú stóðst þig vel. Við skiljið hvað ég meina. Það er þetta sem gerist. Við gerum ekkert annað heldur en að vera stuðningsliðið ykkar. Við eigum engan heiður á neinum sem að er hérna í ykkar menningu. Já. Í ykkar þroska. Já, einmitt. En þegar hvar svona, ef ég má spyrja, svona þú hefur náttúrulega verið, þú ert á langri leiðin þín, hún er búin að vera löng, sem maður segir, Já, og þú hefur væntanlega farið þá frá litlum þroska í mikinn þroska eins og ert í núna. engum þroska, já. Engum þroska, já. Hvar, ef þú getur sagt okkur, hvar þú varst staðsett eða staðsettur þarna þegar þú rauninu hófst gönguna? Það eru eiginlega engin orð til að lýsa því, en þá er ég að færa þetta í mjög svona mikla einföldun Ok. að við kviknum öll á sama tíma. Það er ekki til neitt sem heitir gömul sál, ung sál. Það er bara ein sál. Það eru til svo margir
möguleikar í alheiminum til að þroskast Mhm. og ég fór á margar plánetur, mörg tilverusvið Mhm. og mörg vitundastig og það sem að þjálfaði mig mest var að fylgjast með jörðinni. Af því að þó ég hefði bara einu sinni komið hingað í líkama, þá hef ég samt fylgst með ykkur og lært af ykkur. Ég lærði það ef ykkur að gefast að því. Ok. Af því að ég vildi alltaf ná þessu ljósi. Ég þráði það til Mhm. að geta verið þar sem ég er Mhm. og ég fylgdist með ykkur hvernig þið gerir þetta. Og það eru fleiri. Sko, það er þetta sem að gerir ykkur svo stórkostleg og mikið elsku og þess vegna má segja að þetta sé réttur skilningur hjá mörgum af ykkar miðlum að það séu svo margir sem að sækjast eftir að koma til jarðar á þessum tímum. Já. Meðan að sannleikurinn er að svona nær sannleikanum, ég ætla ekki að segja allur, Já. að við fögnum svo mikið þessum árangri sem að þið hafi náð og þið eru búin að kenna okkur svo margt með þessari staðfestu. Þið komið alltaf aftur og aftur og aftur og aftur og aftur af því að þið viljið ekki gefast upp. Þið hafið alltaf frjálsan vilja. Það er enginn sem neyðir ykkur til að koma hingað til jarðar. Það er enginn sem neyðir ykkur til að ganga í gegnum það sem þið gangið í gegnum. Þið viljið það til að þroskast. Þess vegna eru þið komin á þennan fallega stað sem er lág í dag og hann mun vera falleg. Já. En hvað segiru okkur sko, þú veist, tilganginum þegar við erum að koma aftur og aftur? Við erum alltaf að fara frá einingunni, ef við skildar rétt, og í aðskilnaðinn og svo finnum við eininguna fyrir minni hann aftur og erum svona í þessu aftur og aftur og aftur. Hvað er rauninni það sem gerist? Sem sagt, hvað sem, Hvað er það sem hvetur ykkur? nei. Hvað er það sem gerist þegar maður fer svona hring aftur og aftur og aftur? Maður fer frá einingunni í aðskilnaðinn, aftur í eininguna, þessi hringrás, aftur og aftur, alveg ótal oft. Hvað er það sem ávinnst? Hver er tilgangurinn? Lífið er þróun. Það er tilgangur lífsins og þið eru að taka þátt í mjög mikilvægu starfi hérna á jörðinni. Það er svona einfaldasta líkingin sem að þið skiljið að ef við segjum að alheimurinn og alheimarnir allir séu skip sem að siglir áfram, þá er jörðin vélin og þið eru raunverulega eldsneytið fyrir vélina sem sagt er búið til eldsneytið fyrir vélina og þannig knýið þið áfram alla orkuna sem að heldur alheiminum gangandi og tilgangurinn er að upplifa með beinni snertingu
áþreifanlega þróun sem að þið getið hérna á jörðinni. Og tilgangurinn fyrir ykkur sem sálir er að þroska heildarvitund alheimsins, alheimsvitundina og gera hana sterkari og þróaðri þangað til hún að lokum sameinast Guði sem að er eilíf kyrrð, dettur niður öll hreyfing og ekkert nema ástin. Það er þessi friðsæli, grafkyrri samruni sem að allt stefnir að. Og allar plánetur og öll tíðnisvið hafa þann tilgang að skapa þetta ástand þar sem að allir, við getum sagt, hlutar uppsprettunnar sem að ákvað að skapa þetta allt, uppsprettunnar segi ég, þið getið talað um Guð, þetta er allt það sama, upphafið, vildi sameinast í ást og fullkominni kyrrð og að allt yrði ást og fullkominni kyrrð. Já. En nú velti ég fyrir mér sko, hérna, hvort að við erum sum sko þannig eða já, að þegar við förum inn í þessa kyrrð eða förum hérna í margfaldskipti frá einingunni í aðskilnað og förum inn í einingun aftur og þessa kyrrð og þetta sko að okkur finnst það of rólegt. Já, Það er þess vegna sem að margir er að fara aftur og aftur og aftur. það er eins og ég sagði áður og það Já. eru svo margar ástæður Já, og þetta er ein ástæðan, já. Mhm. Og við getum sko tekið þetta á dýptina núna að uppsprettan veit að það mun aldrei verða stöðugur og eilífur samruni Nei. af því að hann gaf ákveðnum hluta af sér frjálsan vilja. Og þetta voru aldrei hægt fyrir að allir samþykkja það. Já. En það eru nokkrir hlutar sálarinnar Já. sem að vilja það ekki. Og það sem að þegar ég segi þetta, Já. þá velti þið mögulega fyrir ykkur af hverju lætur Guð þetta vera svona. Já. Guð þarfnast einskis af því að hann er ekki nema skilyrðislaus ást. Hann hefur enga þarfir. Hann leyfir sköpuninni að vera frjáls. Já. Frjálsleg. Já. En sko, það eru svona, hvað maður segja, spádómar og hérna svona alls konar pælingar uppi að sko að við séum á leiðinni núna, ef við tökum í samhengi við svona menningarskeið á jörðinni, þar sem að við vorum með háþróað andlega, sjá til. Já. Og þar ber hæst Atlantis til dæmis og það, sko, sumir vilja meina að við séum hérna aftur á leiðinni þangað. Já. Og eflaust erum við alltaf búin að vera leiðinni þangað, þú skilur því, nú er ég að tala svolítið vítt, en við séum svona
maður sé sjaldan verið eins nálægt í aftur eins og núna. Þetta er alveg hárrétt. Já, ok. Og ástæðan fyrir því Já, að Atlantis náði þessum árangri var einingin. mhm, Atlantis var í stöðugu sambandi við okkur já, og þannig náðu þeir að þróast. Það er nefnilega sko, ef að þú skapar aðskilnað frá öllum öðrum mhm, og ætlar að gera allt saman sjálf, þá kemst aldrei neitt áfram. Það er ekki fyrir að þú leyfir öðrum að taka þátt í þínu lífi sem þú ferð að ná árangri. Af því að það er ekki í eðli sköpunarinnar að vera aðskilin eða standa ein. Í Atlantis þá fenguðu gríðarlega mikla þekkingu, sérstaklega tækniþekkingu frá okkur mhm, og þess vegna voru þessi stórkostlegu afrek, píramídarnir og allt þetta sem að ykkar vísindamenn skilji ekki ennþá hvernig var hægt að gera. nei, nei, Það voru við sem að gáfum þau þekkinguna. Og við erum alltaf tilbúin til að gefa ykkur þekkingu. Núna, ólíkt við það sem að var í Atlantis, mhm, þá höfðu við meiri andlega visku en minni tækniþekkingu. Núna hafið þið meiri tækniþekkingu en andlega visku. Við erum tilbúin til að gefa ykkur andlega visku vegna þess að við höfum ótakmarkaða andlega visku, ótakmarkaða tækniþekkingu, af því að við erum eining, við vinnum saman. Hérna á jörðinni, þið eruð alltaf að aðskilja ykkur frá öðrum. Við getum bara horft á hvaða, við getum sagt, atvinnugrein sem er. Hún er í stöðnum, alveg sama hvað við nefnum, hvaða tæknigrein eða annað. Út af samkeppninni það er aðskilnaður. Einn finnur ákveðna aðferð, ákveðna vöru og heldur þekkingunni út af fyrir sig af því að hann vill hafa samkeppnisforskot. já, Hann vill ekki að aðrir læri það sem að honum tókst. ræki, Alveg rétt. já, Við gerum þetta ekki svona. nei, Við deilum öllu mhm, og þróum þannig. Ef að þið myndu fara þá leið að hætta samkeppninni, fara í samvinnu, og þá eru öll fyrirtæki að vinna saman. Deila upplýsingum, deila þekkingu. Allur aðskilnaður skapar vanlíðan og vandamál. Einingin er eina svarið við öll. já, já. En hvað er svona, eða þú væri beðin um að ráðleggja okkur, svona, gefa okkur svona tips á göngunni, í áttaeiningunni, hvað myndir þú ráðleggja okkur? Byrja á því að finna ástina sem að dvelur í ykkar innsta kjarna. Þegar þið byrjið að hugsa hana, þá farið að finna hana smátt og smátt.
finna þessa tilfinningu vaksa, þessa næringu og upplifa ykkur sjálf sem stórkostlegar verur, viðurkenna og samþykkja. Þá farið þið að horfa á öðrum augum vegna þess að þið eru orðin svo mikil ást og opniði hjörtun ykkar fyrir öllum og elskiði og taliði. Þættirnir ykkar, þeir skila sér til einhverja. Það er að tala, tala og tala eininguna, mikilvægi hennar, segja hvernig þið hafið upplifað eininguna og fá aðra inn í eininguna með ykkur. Þannig skapiði stöðugt stærri einingu á jörðinni og getið upplifað það sem að þið munið í Atlantis. Það var komin mjög mikil eining og þið voru meðvituð eininguna þó að egóið hafi svona alveg mátt vera aðeins. Þið náðu ekki alveg nógu góðri stjórn á egóinu en núna vitið þið hvað þið gerðuð langt í Atlantis og getið lært af því núna. Þú veist. Elska. Ég er þú, þú ert ég. Finna þetta. Tala þetta. Það er hugsun, orð og athafnir leiðir til sköpunar. Þið byrjuðu að hugsa eininguna, komið henni í orð og hófuð athafnir, skrifaðu þetta, komið þessa þætti og þá smátt og smátt leiðir þetta til sköpunar. Það er að vera vakandi og opinn fyrir öllum leiðum til að styrkja eininguna, styrkja samkenndina, styrkja ástina. Þið getið gert svo margt. Það þurfum alltaf að byrja og elska ykkur sjálf. Já. Þetta voru frábær lokaorð. Myndirðu vilja koma til okkar aftur? Myndi ég vilja koma til ykkar aftur? Já. Ég get að svara þeirri spurningu Já. þannig að ég man ekki til þess að hafa nokkuð tíma farið frá ykkur. En já, En í svona viðtal? alltaf. Takk fyrir. Það er nefnilega, ég er þjónninn ykkar. Hugsið það, ég er þjónninn ykkar. Ég geri allt sem þið biðjið. Takk fyrir mig. Takk fyrir okkur. Ég elska. Takk.